Við ætlum að fara í fyrra pallborð dagsins, þar sem rætt verður stefnu, umgjörð og aðgengi að jöfnum tækifærum til íslensku náms og tengingu við vinnumarkaðinn. Í pallborðinu sitja þau eða standa Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri SA og Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Pallborðinu stýrir Alexandra Leonardsdóttir, sem sérfræðingur í fræðslu og inngildingu hjá Alþýðusambandi Íslands. Gjörðu svo vel, Alexandra. Takk, góðan daginn. Ofboðslega gaman að vera hér í dag með ykkur. Og með ykkur, mikill heiður. Ég veit hins vegar að ráðherra að flýta sér núna, þannig að við ætlum kannski aðeins að bæði það að þetta standandi pallborð, þetta á að hjálpa okkur að kannski staldra ekki allt of lengi við hverju og einu. En ég leyfi mér kannski aðeins að byrja samt. Það mér mikill heiður að standa hér í dag með ykkur og fyrirframan ykkur að ræða mitt persónulegt hjartansmál, íslenskuna. Sem hefur veitt mér bæði aðgengi að menningunni en líka hugsunarmynstri þjóðar sem mér þykir svo ofboðslega vænt og landi sem ég hef verið að kalla heim í rúmlega 17 ár. Hins vegar, það fór ekki fram hjá neinum að orðræða í minn garð og almennt séð innflytjenda á landi mjög neikvæð. Og það verið að draga mjög oft þessa neikvæða mynd að innflytjendur nenna ekki að læra íslensku, nenna ekki að vera partur af samfélaginu. Ég held eftir kynningu hjá fræðslumiðstöðinni atvinnulífsins eiginlega erfitt að draga þessa mynd af stöðunni. Það sem við sjáum mikinn aukning í ásókn innflytjenda í alls konar nám, þar að meðal í íslensku námi, hvort þetta séu námskeið eða nám almennt. Það stækkandi hópur innflytjendar sem nýtur sér öll möguleg úrræði sem standa þeim til boða. Það líka rannsóknir bæði vörðu rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins og annara, meðal annars Háskóla á Akureyri, sem sýna fram á mikinn áhuga innflytjenda í að læra íslensku. En samhliða áhuga fer fram líka gagnrýni á það að Ísland stendur sig ekki nægilega vel í gæðum að íslensku námi og framboði. Þannig að í þessari viku íslenskrar tungu, ég sem innflytjandi til landsins vil spyrja ykkur hvort Íslendingar vilja í alvöru að innflytjendur læri íslensku eða hún þannig séð ætluð bara alvöru Íslendingum, alvöru heimamönnum. Og ég ætla þrátt fyrir að við séum svo þröngt að byrja á einu karlmanni í þessu pallborði og leyfa Finnbirni sem með áhugamál þessi mál að svara því. Gjörðu svo vel. Já, takk. Þú varst nú eiginlega búin að svara þessu, við erum samfélag og við notum tungu til þess að eiga samskipti, til þess að búa okkur til skoðanir og annað þess háttar, og ef að 20% þjóðarinnar ekki fært það að taka þátt í samfélaginu eða taka þátt í ákvarðanatöku eða taka svona almennan sérstaklega hvað varðar þau málefni sem að varða sérstaklega innflytjendur, þá værum við í vondum málum. Þannig að eðli málsins samkvæmt að þá eigum við að byggja undir það að þau sem vilja búa með okkur, þau sem að leggja mjög mikið til íslensks samfélags, að þau geti staðið jafnfætis okkur. Við erum líka með mjög mörg tungumál í gangi og þá eðlilegast að við reynum að sameinast eitt tungumál og það svona praktískt að það sé íslenskan, að því að 80% tala íslensku, þó svo að við reynum að hlaupa alltaf yfir á enskuna ef það kemur erlendur starfsmaður, að þá förum við yfir á enskuna heldur en að svara viðkomandi á íslensku, og það bara plagsiður hjá okkur sem að við eigum að leggja af, og við eigum að fara í áróður fyrir Íslendinga að svara fyrst á íslensku. En
svo í svari spurningunni, já, við eigum að byggja undir það að allir hafi tök á því sem vilja læra íslensku, að þeir hafi möguleikan á því. Takk. Svar til fyrirmyndar, 1 mínúta og 30 sekúndur á slænu. Kæri ráðherra, gæti ég fengið þína viðbrögð? Takk kærlega og takk fyrir þessa frábæra stund hérna. Mér hefur þótt þetta verulega áhugavert. En svari við þinni góðu spurningu sem svo eðlileg í ljósi stöðunar, að því auðvitað svari já, auðvitað viljum við að allir sem hér búa hafi tækifæri til að læra og síðan tjá sig á íslensku og ná þannig tökum á því að vera íbúi þessa lands með öllum þeim fjölmörgu kostum og einhverjum göllum sem því fylgja. Mér langar að segja, ég ber ómælda virðingu fyrir fólki sem rífur sig upp, flytur til annars lands og byggir þar líf sitt. Ég sjálf dóttir ung stana sem elti sæta stelpu til Íslands og miðja síðustu öld og ég ólst upp við það að mamma mín satt með pappa á kvöldin og hlýddi honum yfir og kenndi honum íslensku. Það var átak, það tókst vel að hann var samt að koma frá svipuðu málsvæði og með íslenska maka. Þannig að ég get ekki ímyndað mér átakið sem það að koma með flóknara viðfangsefni. Við berum öll ábyrgð á samfélaginu okkar að við náum að tryggja það eins og hægt að við öll sem hér búum náum að nýta okkar færni og hæfileika til góðs fyrir samfélagið. Og íslenskan eins og þið sem eruð fræðifólk á þessu sviði viti miklu betur en ég, lykillinn að þessu. Mér langar að koma með einn þátt og ég ætla bara að segja, við erum alveg skýr í ríkisstjórninni hvað varðar það, við þurfum að gera betur og tryggja innflytjendum tækifæri til að læra og nota íslensku. Og það þarf að koma margt til og við fáum kannski tækifæri til að ræða aðeins nánar. Mér langar að koma með einn punkt að því að íslenskan alveg undir högg að sækja, það ekki vegna innflytjenda og þeirra sem komi ekki og nota henni tungumál. Við höfum líka vanrækt einhvern veginn og ég veit ekki alveg af hverju að stemma svolítið stigu við áhrifum erlendra tungumála, ekki síst enskunar á unga fólki okkar, börnin okkar og úlingana. Við þurfum að snúa þeirri þróun við þurfum bandamenn í því verkefni, það innflytjendur sem tala íslensku og aðlagast okkur. Af því íslenska mun bara dafna ef við notum hana. Takk kærlega fyrir þetta. Maður verður einhvern veginn að gera sér grein fyrir því að ef maður fer yfir tíma þá gefst minna tækifæri næst, þannig að Sigríður Margrét, gjörðu svo vel. Já. Ég aðeins að stríður við pólski uppruni í mér sem kemur núna fram. Já, ég ætla að segja að sjálfsögðu já, en ég ætla líka að minna okkur á af hverju en áður en ég ætla að gera þá ætla ég að segja hversu ég óbúslega ánægð með þennan panel og ástæðan fyrir því að ég svona ánægð með þennan panel vegna þess að hann endurspeglar einmitt íslenska vinnumarkað. Á íslensku vinnumarkaði einn af hverjum 4, Alexandra, erlendur ríkisborgari og það þess vegna algjörlega til fyrirmyndar einmitt að við séum með panelinu með þessum hætti þó að einmitt það væri áhugavert líka að við værum í kynjahlutföllum en sem sagt ástæðan fyrir því auðvitað viljum við að fullorðnir innflytjendur læri íslensku vegna þess að við vitum að tungumálið lykillinn að samfélaginu og það að við séum einn af hverjum 4 á íslensku vinnumarkaði séu erlendur ríkisborgari, það ekki vandamál, það styrkur. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að íslenskt hagkerfi sem að stendur undir lífskjörunum, sem eru með þeim bestu í heiminum, það mun ekki gera það og það mun ekki vaxa nema með innflytjendum. Það bara staðreynd. Og þess vegna segi ég og ástæðan fyrir því að það svona mikilvægt að innflytjendur læri íslensku vegna þess að íslenskan brýtur niður hindranirnar sem eru fyrir því að aðlagast samfélaginu og við þurfum að vera líka meðvituð það og horfast í augu við raunveruleikann og átt okkur á því að á Íslandi þá hlutfall innflytjenda sem hafa góða íslensku kunnáttu, það lægst innan allra landa innan OECD þegar kemur að móðmálinu. Það ekki nema 18% á Íslandi í samanburði við 60% innan OECD. Og þegar það kemur líka að því að kanna af hverju
innflytjendur eiga í erfiðleikum með að fá vinnu, þá tæplega helmingur sem að nefnir skort á íslensku kunnáttu sem aðalástæðu. Og þegar við erum núna á þessum stað í hagsveiflunni og erum einmitt að horfa á það að sko atvinnuleysi á Íslandi í október að mælast 3,9% samkvæmt Vinnumálastofnun, þá sjáum við af atvinnuleysistölunum að 57% eru erlendir ríkisborgarar. Þannig að svarið ekki bara já, heldur held ég að hafi aldrei verið einmitt mikilvægara. Þú ert líka búin að fara yfir tíma, ég bara tek þetta fram. En við ætlum kannski... En við vitum, já, ég voða ánægð með að við séum bæði að skynja eða öll að skynja að það sé bæði mikilvægt og það tímabært að leggjast í þetta verkefni og við erum öll að sammála að það á að skapa frekari tækifæri til þess að þarna læra íslensku. En nú vitum við Sigríður Margréts og þú fær áfram aðeins tíma til að svara. Við vitum að það eru mörg fyrirtæki sem standa sig mjög vel í því að skapa öllum tækifæri til ekki bara íslensku kennslunar, heldur fjölbreytni á vinnustöðum sem hafa eiginlega gripið boltan miklu fyrr og veita aðgang að íslensku kennslu á vinnutíma lang umfram það sem kjarasamningar kveða á Mér langar að spyrja þig hvers konar hvata þurfum við að skapa fyrir fyrirtæki á landi svo þau eru öll að skynja nauðsyn þess að kenna íslensku, ekki bara sumir sem geta það. Mínúta. Ok, sko í fyrsta lagi þá ætla ég að minna okkur á það, sko á Íslandi til þess að mitt að standa út í lífskjörunum sem við þekkjum, þá eru alþjóðaviðskipti algjörlega nauðsæl. Það að segja okkar hagsæld byggir á því að við erum að framleiða vörur og þjónustu fyrir miklu stærri markaði. Ef við ætlum bara að vera að framleiða fyrir Ísland, þá værum við mjög með lítinn hóp sem við getum verið að sinna og getum ekki staðið undir lífskjörnum. Þannig að við erum og verðum alltaf, ég ætla að segja, sko, íslensk fyrirtæki eru mjög meðvituð þetta að útflutningurinn drífur áfram hagsældina. Þannig að við erum í viðskiptalífinu, við erum tvítengt og við erum held í tvítengt þjóð. Það líka það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir. Sko, íslensk fyrirtæki vita að þau eru algjörlega háð því að hafa aðflutta starfsmenn í starfsmannafjöldanum hjá sér. Og þegar við erum að gera kannanir á meðal okkar aðildafyrirtækja, þá sjáum við það sko fjórðungur af fjölgun sem fyrirtæki eru áætla eru einmitt erlendir ríkisborgarar. Þannig að ég held að hvatinn sé svo sannarlega til staðar hjá fyrirtækjunum. Og við sjáum það líka einmitt í tölunum sem að Maj-Britt og Betty voru að fara yfir áðan. Það rosa, ég vona að við fáum smá tíma til þess að tala þær akkurat líka eftir. En númer 1, 2 og 3 þá það þannig að sko atvinnulífið meðvitað veita íslensku vinnumarkaður breyttur. Fólk þarf auðvitað fyrst og fremst að bera ábyrgð á sjálfu sér. Og þess vegna væri rosa skemmtilegt að fá að spyrja þig, hvað olli því að þú fékkst hvatan til þess að þetta vel spilað út, því miður höfum við ekki tíma fyrir það. En ég ætla hins vegar að leyfa forsetanum að taka boltan. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla ekki að fara út í hvað við erum að framleiða mikið á Íslandi, heldur sko hvernig við ætlum að taka á móti því fólki á vinnumarkaðinum sem sem sagt ekki talandi á íslensku. Og eins og Olga kom inn á áðan að þá eru til mjög mörg svona tækifæri sem við getum hjálpað fólki til þess að nota vinnustaðinn sem kennslutæki og það kom líka fram í máli hjúkrunarfræðingsins sem við Bergþóra eigum í erfiðleikum með að bera fram nafnið á, að það hægt að gera þetta á mjög marga háttu. Vinnustaðir hjá okkur eru misstórir og það til vinnustaðir sem eru eingöngu með erlenda starfsmenn, það eru til einstaklingsvinnustaðir og annað þessar. Þannig að við þurfum bara að finna fjölbreytileikann í því hvernig við getum nálgast fólkið, en fyrst og síðast að þá spurningin hvað þetta kostar einstaklingin og í öðru lagi hvað tíminn sem hann hefur til þess að læra, að það sé ekki bara tekið af einstaklingstímanum eða persónulega tímanum, það þarf líka að taka þetta af vinnunni og fyrirtæki þurfa einfaldlega hvert og eitt að fara í naflaskoðun það með hvaða hætti þau geti komið til móts við einstaklingin út á vinnustaðnum.
Því að þetta ekki bara vinnumál, þetta líka samfélagsmál eins og ég sagði, þetta snýst eiginlega samfélagið í heild sinni og lýðræðið sem við ætlum að byggja þessu fólki. Mér sýnist að við séum að stilla okkur í næsta kjarasamningaviðræður og þar ég leyfi þá ráðherranum að svara því líka. Sem sagt, þegar við erum að skoða bæði út frá einstaklingunum og fyrirtækjum þá verður þetta sitt hvort hvað á einhverjum tímapunkti. En þú, kæri ráðherra, sem atvinnuvegaráðherra, hvað það sem við getum skapað fyrir samfélagið og vinnumarkaðinn sem heilt, sem þú getur veitt okkur innsýn í? Hvernig þú sér þetta? Já, takk fyrir kærlega og þetta náttúrulega bara mjög gott samtal og ég tek auðvitað undir með Sigumöggu að mikilvægi innflytjenda og hvað færa til borðsins og við munum hvar liggur hvatinn okkar, vaxtarbroddurinn og undir mínu ráðuneyti eru til dæmis atvinnugreinar, líkt og ferðaþjónusta og fiskvinnsla sem borin uppi af innflytjendum. Önnur atvinnugreinin þess eðlis að hún borin upp af fólki sem þarf að vera næstu því fjöldtengt, vegna þess að þar eru viðskiptavinirnir erlendir ferðamenn, þannig að þetta blandast allt saman. Við erum auðvitað að reyna að horfa á lausn og mér finnst áhugavert, bendi á glærurnar sem ekki lengur til staðar en þessar sænsku, mér finnst bara áhugavert að ég áhugamanneskja það að hafa kerfi, flest kerfi sem við vinnum eftir eins einföld, skýr og gegnsæ og hægt og nú strax fann að líta klukkuna, Alexandra. Þannig að mér finnst kannski lykilatriði þegar við erum að reyna að búa okkur til ferlið sem samstarfsverkefni atvinnulífs, það samstarfsverkefni vinnumarkaðarins og stjórnvalda að búa til réttu hvatana og rétta kerfið. Við erum öll sammála hvað við viljum, held ég fá út úr þessu og svo þurfum við bara að finna leiðina en það mjög mikilvægt að hún sé ekki of flókin. Nú á þingmannaskrá ríkisstjórnarinnar aðgerðaráætlun í málefnum innflytjenda þar sem þetta sem kemur fram, mér minnir að hún sé áætluð í mars á næsta ári og þar þetta meðal annars stórt mál. Þannig að ég hef ekki einhverja lausnir hérna núna en það þá meirinn hættir að segja mörg málefni að við erum sammála hvert við ætlum og við ætlum að gera þetta vel og það gríðarlega mikilvægt, það svo margt undir eins og búið að drepa á hér af mínum ágætu kollegum. Við erum búin að taka þetta upp. Við ætlum að gera það vel. Þannig að ég hlakka til að sjá hvernig þetta kemur út. En þetta náttúrulega leiðir okkur í næsta spurningu, alveg klárlega. Við höfum séð hjá kynningunni hjá fræðslumiðstöðinni að peningar liggja víða. Og fjármögnun sem notað í íslensku kennslu orðin hægt að sækja nánast alls þar frá, en það mjög krefjandi. Það mjög krefjandi að reyna að finna upplýsingar bæði hver borgar, hvert þetta fer, hvað ætlum við að gera með allar þessar tölur. Þetta var meðal annars þegar búið að vera að vísa í OECD-skýrsluna sem við erum flest mjög meðvituð Þetta tvennt hefur verið mesta gagnrýni OECD á Ísland. Bæði gæði íslenskunar en kannski ef við sleppum því í bili, en að við séum með svo lítinn fjármagn og við söfnum ekki upplýsingum. Þannig að mér langar núna að nýta tíma og nýta tækifæri atvinnuvegaráðherra að vera með okkur í pallborðinu að spyrja hver berð ábyrgð á þessari stöðu að við séum með svo lítla yfirsýn og við erum með neina gögn og erum ekki að hugsa okkur áfram hvað varðar nægilega umgjörð í fjármagninni. Gjörðu svo vel. Takk. Þetta auðvitað mikilvæg spurning en ég ætla að svara á sama hátt og ég nefndi það áðan hvernig við tækjum málið áfram. Þetta samstarfsverkefni og ég ætla ekki að tiltaka einhverja ákveðna aðila. Þetta hefur verið mjög vöxtur. Við höfum upplifað alls konar hluti. Aftur kem ég að því íslenskan við höldum því mjög oft fram að íslenskan sem flóki, það ákveðnir málreglur sem gera það verkum að það flóknar að læra íslensku en annað ef það á að vera korrétt. Við höfum verið með ákveðna hreintrúarstefnu, ég ekki sammála henni svo dæmis í tekið, ég tel íslenskuna ekki best farnast ef við setjum hann upp á hillu og pössum að rekast ekki í hilluna svo íslenska brotni ekki, þetta ekki þannig, við þurfum að nota þetta tungumál. Við þurfum líka að fá bara almennilega viðurkenningu inn í samfélaginu á því að grípa ekki alltaf til enskunnar leið og við finnum að manneskja sem við erum að tala við hikkstar á einu orði. Það of algengt. Þannig að þetta eru hlutir
til viðbótar við nauðsynlegt og kerfisbundið samstarf þessara aðila hvers við erum fulltrúa fyrir og já, ég get alveg tekið undir það að það þarf að setja fjármagn í þetta en aftur að því þú komst inn á þetta sem vorum að nefna að þetta svo víða, það mikil sóun fólkin í því þegar það að sækja fjármagn víða og það margir pottar, það ekki bara sóun í tíma fólks og skort og tækifærum til að átta sig á því hvar þetta liggur, það kostar bara pening að hafa þetta svona flókið. Þannig að það hægt að gera margt en ég ætla ekki að skorast undan því að stjórnvöld þurfa líka að setja pening í verkefnið. Við höfum þetta líka tekið þetta upp sem betur fer. Ég veit ekki betur heldur en framkvæmdaáætlun sem stendur til að taka upp eiginlega í vor aftur stefnulaus, þannig séð það byggt á einhverjum upplýsingum úr OECD. Ég fagna því að ráðherra að kalla eftir samstarfi, en ég leyfi þá forsetanum að svara fyrir því hver ber ábyrgð á því að við séum með svo lítla gagnasöfnun og að við séum með fjármagn víða. Gjörðu svo vel. Ég held að við höfum að horfa frekar á þetta, sko, hvernig náu öllum þessum upplýsingum, heldur hver ber ábyrgð á því að þessar upplýsingar bara eins og upplýsingar sem að þær voru með Mæbritt og hún Betty, já, ég var aldrei nöfn, að það sem þær voru með, þær komu mér óvart, samt eru þær innan úr okkar ranni. Þannig að það liggja upplýsingar mjög víða. Ég held að megin ábyrgðin náttúrulega stjórnvalda vegna þess að við erum líka að tapa rosalegum verðmætum með því að vera að fá mjög vel menntað fólk til Íslands og við erum ekki að nýta þekkingu þess og færni. Þannig að ef við getum sem sagt kortlagt stöðu erlendra nýbúa hér á landi, að þá getum við gert miklu betur sem samfélag og það gerir engin annar heldur en opinberir aðilar. En við getum líka gert ýmislegt hjá okkur vegna þess að þrátt fyrir það að við erum stundum ekki alveg sammála, ég og Sigríður Margrét, varðandi þegar kemur að kaupi og kjörum, þá erum við alltaf sammála þegar kemur að fræðslu. Og það eru til mjög öflugar fræðslumiðstöðvar víða hjá okkur, tala sameiginlega fræðslumiðstöð atvinnulífsins, þannig að við erum með mjög öflug tæki sem við getum notað í sameiningu og þar erum við alltaf sammála. Þannig að við getum tínt upp það sem að þær vita, þessar fræðslumiðstöðvar okkar og verið með svona, að þetta á dagur íslenskunnar, best praktík hjá hverjum og einum, sem að hver og einn hefur gert vel og við mjög mikið þekking hjá okkur sem við getum tekið upp, sem er líka hluti af því að tína saman upplýsingar. Þannig að það geta allir gert þetta og við eigum frekar að horfa hvað getum við gert betur heldur hverjum við erum að kenna. Ég var að vonast til þess að geta bent á að forseti hefur verið til fyrirmyndar allan tíma með tímana en því miður það fór svona. Sigríður Margrét, viltu bregðast í því? Já, takk fyrir. Þessi fundur hérna í dag og upplýsingarnar sem við erum búin að vera að fara yfir minnir okkur á það hvað við erum í rauninni með sterkan vinnumarkað. Þú spurðum fjármagn og þú spurðum ábyrgð. Munum það að við vorum að fara hér yfir tölur áðan á Glærum sem sýnd okkur það í fyrsta lagi að við erum með fræðslusjóð sem að fær árlega milljarð frá ríkinu, reyndar sama milljarðin eins og fyrir 15 árum síðan, en ok, hann fær milljarð, en fyrirtæki landsins að leggja inn í starfsmenntasjóði árlega 2 milljarða. Þriðjungur af þessum 3 milljörðum árlega sem við erum að setja í þessa sjóði er að fara í íslenskukennslu. Milljarður. Ég er ekki viss um að OECD hafi vitað þetta þegar þau gerðu skýrsluna á sínum tíma. Fjármagnið er til staðar. Það sem við hins vegar dettum svo oft í á Íslandi er að tala útgjöldin en ekki árangurinn. Og þarna er einmitt bara lykilatriði þar að segja við verðum að mæla og greina betur. Og ég held að hjá Samtökum atvinnulífsins við munum horfa á þetta, við munum leggja inn í árlega könnun sem við gerum í aðdraganda menntadagsins sem við höldum, þar sem við erum að spurja fyrirtæki hitt og þetta sem snýra menntun. Við munum að sjálfsögðu bæta inn spurningum þar. Ég myndi vilja gjarnan sjá félaga mína hjá ASÍ spyrja sína félagsmenn, þannig að við ættum og gætum verið að safna árangursmælikvörðum varðandi ábyrgðina.
það er bara frábært að við erum hér á ársfundi fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Getum við ekki bara verið sammála að fræðslumiðstöð atvinnulífsins verði miðjan sem að heldur utanum gögnin sem við þurfum og árangusmælikvarðana og það sé vettvangurinn. Tillaga? Sigríður og Margrét búin að leiða okkur í næsta spurningu. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að fara að velta því fyrir sér af því að þó að innflytjendur séu flestir innan allra ríkja innan þarna vinnumarkaði hér á Íslandi, við erum með gigantíska þátttöku þeirra þar, þá vitum við líka að þeir hins vegar þetta út af vinnumarkaði missa vinnu, þeir verða alltaf líka fyrstir til þess að vera látnir fara og svo framvegis. Og alveg eins og þú bendir á, Sigríður Margrét, þó að þannig séð fjármagn og ásókn í íslensku nám, kemur nú þegar mest á axlir einhvern veginn atvinnulífsins. Það virðist vera bæði mest fjármagnað sem af okkar einröðum, en á sama tíma það virðist vera þannig að leið og við hoppum yfir eða reynum að sækja okkur hvort sem þetta sé nám, hvort við dettum út af vinnumarkaði og verðum þá hjá Vinnumálastofnun eða hjá VIRK eða hjá hverjum einum aðila, hvort þetta sé fræðslumiðstöð og svo framvegis. Við erum að horfa á fjölbreytni í fjármögnun en líka gigantísk fjölbreytni í gæðum. Þá erum við að horfa á það að Vinnumálastofnun með því að veita til dæmis styrki til íslensku náms eða hvaða sem úrræði horfir á það að kaupa þjónustu frá einhverjum öðrum. Það eru fyrirtæki sem kaupa þjónustu frá einkaaðilum. Mér langar að nota tækifæri og spyrja ykkur, það búið að koma þessi tillaga að FA hefði átt að vera miðja. Við vitum samt hins vegar að það lög sem stoppa okkur á einhverju leyti til þess að færa það alfarið til fræðslumiðstöðvarinnar af því að innflytjendur eða íslensku kennsla fyrir fullorðna innflytjendur hún nær miklu breiðara heldur en fyrir þennan hóp sem með lítla formlega menntun. Þannig að þetta myndi krefjast ákveðnar lagabreytingar. En fyrst þessi tillaga komin og fyrst við vitum alls konar aðila sem veita íslenskuna, sem búa til alls konar viðmið. Mér langar að spyrja hver ber ábyrgð á gæðum. Ráðherra. Já. Aftur, mér finnst þetta frábær umræða og ég treysti því hún muni skila okkur vel áfram. Hlutverk stjórnvalda auðvitað umgjörðin og ramminn þetta íslensku nám fullorðinna innflytjenda, námskrá og annað. Og síðan það fagfólksins sem fyllir inn í og þessar námskrár eiga auðvitað að vera leiðarvísirinn en ég komin sem ráðherra atvinnumála svolítið út á hálanís þegar ég farin að tala, reyna að fara að tjá mig nám og ég har sennilega flestir hér inn í salnum betur til þess fallin en ég, þannig séð. En ég ætla bara að árétta sem ég sagði áðan. Mér finnst að við eigum líka að leggja töluvert á okkur að einfalda þetta, af því það það sem gerist líka. Þetta orðið, það hægt að leita til margra, fólk veit ekki nákvæmlega hvar bestu gæðin eru, hvar þetta virkar hraðast. Getum við nýtt tæknina betur? Já, ég velkist ekki neinum vafa það. Þannig að ég held að það sé bara hægt að gera svo margt í því til þess að fá þá útkomu sem við erum að sækjast eftir. Og best af öllu að væri á þess að það kostaði mjög mikið peningi viðbóta því það náttúrulega alltaf eins og að draga tennur á deyfingar úr okkur að fá það. Nei, ég meina, þetta bara það svo margt í þessu. En ég treysti mér ekki þetta en ég held að ég geti samt fullyrt að þetta mál sannarlega á borði ríkisstjórnarinnar, þetta heyrir undir mörg ráðuneyti þar, það velferðarráðuneyti, það mennta- og barnamálaráðuneyti, það mitt ráðuneyti og forsætisráðuneyti að einhverju leyti, það mætti áfram telja. Við erum bara mjög meðvituð mikilvægið, ekki bara út frá atvinnulífinu eins og hér hefur komið skýrt fram, þetta bara vaxtabroddurinn okkar, verðmætasköpunin okkar, hún hvílir á meðal annars því að okkur takist vel til hérna, en samfélagið okkar, það gerir það líka í heild sinni. Atvinnulífið þarf að virka til að samfélagið virki og þetta hangir allt saman. Þannig að
það bara skilaboðin sem ég get komið með. Takk fyrir, ég veit að tíminn er mjög knappur núna og ég ætla að aðeins breyta fyrirkomulagi og eiginlega varpa auka spurningu á ykkur áður en þið fóru að svara og hugsa þetta sem loka orð og þá langar mér að byrja á forsetanum. Bæði að bragðast við það hver miðja ætti að vera eða hver ber ábyrgð á gæðum en á sama tíma hver eiga að vera okkar næstu skref. Já, og ég tala hratt. Ok, sko, þetta er mjög fjölbreyttur hópur sem við erum að tala og það þarf að mæta hverjum og einum þar sem hann er stattur til þess að geta komið honum áfram. Það er bara gömul sannindi og ný. Þetta eru hópar sem við getum sagt að framhaldsfræðslan og þá er það fræðslumiðstöðin sem er eðlilegust til þess að vera miðjan þar. Það er framhaldsskólinn og það er á vegum ráðuneytisins og síðan er það háskólinn. Þannig að þetta eru þau 3 stig sem eiga að taka þetta og hvert og eitt á að reyna að byggja upp eins og það getur gert best. Það sem að okkur snýr, það er semst atvinnulífið og þá er það framhaldsfræðslan. Þá þarf að breyta lögum eins og bendir réttilega á að þegar þú komin upp á 3. stig þá má fræðslumiðstöðin ekki styrkja það nám, þannig að það þyrfti að breyta því. En það sem við þurfum að gera til framtíðar, við verðum einfaldlega að kortleggja hvernig staðan. Stjórnvöld verða að koma sér saman það hvað stefnu ætlum við að vera með í innflytjendamálum. Og ég minni á skýrslu hvítbókina sem var unnin hér 2024 og Hanna Kata hún lofaði því á síðasta fundi sem við vorum á að hún ætlaði að skoða það og koma með það í mars. Þannig að ég man þetta er allt tekið upp. og þannig að ég á von á því að það verði sem sagt stefna til framtíðar það hvernig við ætlum að gera þá erlendu ríkisborgara sem að vilja koma til Íslands og vilja vinna með okkur, gera þá fullgilda eins og hvern annan Íslending og það er málið sem er stóra málið í því. Takk kærlega til fyrirmyndar aftur, Sigríður Margrét. Málið er stóra málið. Ég ætla að taka undir með forsetanum, ég ætla bara að minna okkur aftur, lokaorðin eru svolítið, íslenskur vinnumarkaður, hann er bara gríðarlega Evrópuvætur, hann verður það áfram. Innflytjendur eru ekki í einhverjum tilteknum atvinnugreinum, þeir eru í öllu atvinnulífinu, 20% tæplega í opinbera geiranum. Mér finnst alltaf svo gaman að minna á ráðherra og stjórnmálumenn það akkurat líka. Við erum í dag að setja fjármagn í íslenskukennslu. Við eigum að sjálfsögðu að halda áfram að gera það og við þurfum að passa að íslenskan er lykillinn að því að opna á hæfnina sem að við svo sannarlega þurfum að halda. Við megum alls ekki gleyma því að þegar við erum að hugsa framtíðina að því að við heyrist mér öll sammála að við viljum að fræðslumiðstöð atvinnulífsins verði með við megum alls ekki gleyma því að huga líka að menntatækninni sem að býr yfir alveg gríðarlegum möguleikum fyrir okkur á að gjörbreyta aðgengi að og upplifun á tungumálakennslu og við þurfum að halda áfram að styðja við líka eins og til dæmis eins og Almannaróm sem er í rauninni miðstöð máltækni á íslensku. Þannig að já, ég held að við erum í góðri stöðu, hættum að tala bara peninga, förum að tala árangur og hvernig við getum unnið saman og ef það þarf að breyta einhverjum lögum til þess að þið veitir gera það, þá bara treysti ég því að ríkisstjórnin geri það. Við þekkjum konu á Alþingi. Já. Hanna Katrín, getur þú lokað þessari umræðu fyrir okkur? Já, hvernig sjáum við framtíðin á næstu skref? Við þurfum bara aftur áritað, við þurfum að ná yfirsýn yfir þessi kerfi sem að snerta íslensku námið og þau fara þvert á ráðuneyti og þvert á aðila vinnumarkaðsins og þvert á samfélagið. Við þurfum að kostnaðarmeta þetta, við þurfum að skilgreina nákvæmlega faglega kröfu til þeirra sem kenna íslensku, við þurfum að skilgreina réttindi betur og skyldur innflytjenda til þess að þróa málið, þróa hvata, áþreifanlega og óáþreifanlega, ef það er hægt, og halda bara áfram. En við erum þó allavega í þessari miklu þunga sem í umræðin undanfari, sem kemur auðvitað til af því að við erum komin í ákveðin vandræði. Þá hefur sá þungi líka leitt til þess að það er að skerpast sameiginlegur skilningur á því hvað þetta er mikilvægt og þetta er ábyrgð okkar allra og samstarfsverkefni. Þannig ég er eins og oft áður þegar við stöndum frammi fyrir risaverkefni bjartsýn vegna þess að lykillinn að árangrinum er fyrst að átta sig á verkefninu og við erum alveg klárlega þar.
og það fullu vilja allra til að taka þetta áfram. Og svona fundur, svona spjall, svona upplýsingar eins og hafa komið fram hérna í dag, svona töluleg samantekt, þetta bara risa tæki og tól á þeirri vegferð. Þannig takk fyrir mig. Bara síðasta 10 sekúndur. Örstutt, mér langaði bara allir sem eru hér inni, sem eru að hlusta á okkur, skilja íslensku. Við þurfum líka að útvíkka samtalið. Ég leyfi mér hins vegar að vera að vona að við erum ekki að fara að hitta hér eftir 10 ár og 20 ár og hafa áfram sama samtal að við skynjum þörfina og við verðum að gera eitthvað en það verður ekkert gert. Ég þakka kærlega fyrir mig og þangað til næst og vonandi getum við þá flutt einhvers konar upplýsingar breytingar og framför. Takk kærlega.